Þrír voru handteknir í aðgerðum lögreglu sem tengjast veitingastaði í miðbæ Reykjavíkur. Grunur er vinnumansal á staðnum. Talið er að starfsmaður veitingastaðarins hafi búið í kjallara hússins. Upp úr sauð á Alþingi í dag þegar þingmenn stjórnarandstöðunnar kröfðust svara framhald þingstarfa. Ásakanir dónaskap og málþóf gengu á víxl. Leiðtogar G7-ríkjanna ákváðu í dag að taka lán fyrir $50 milljarða hernaðarstuðningi við Úkraínu. Vextir af frystum rússneskum eignum verða nýttir til að borga af láninu. Áfengisverslun blómstrar á netinu í lagalegu tómarúmi. Verslunin Sante sér fram á að velta hátt í 2 milljörðum á áfengissölu í ár. Hægt verður að þurrka 2000 tonn af korni á mánuði í nýrri þurrkstöð sem eyfirskir bændur eru að byggja. Kornframleiðsla í Eyjafirði gæti tvöfaldast með tilkomu stöðvarinnar. Gott kvöld. Lögregla réðst í umfangsmiklar aðgerðir á veitingastaði miðbæ Reykjavíkur í dag. 3 voru handteknir en grunur leikur á vinnumansali. Veitingastaðurinn Gríska húsið er við Laugaveg 35 í Reykjavík og hefur verið starfræktur þar á 5. ár. Lögregla réðst í aðgerðir á staðnum í morgun og tengist hún meðal annars gruni vinnumansal. Einn var leiddur út af veitingastaðnum í Járnum hádegisbil. Eftir að aðgerðum lögreglu lauk á Laugavegi var gerð húsleit í íbúð í Reykjavík og 2 til viðbótar handteknir. Lögregla vildi ekki veita viðtal vegna málsins að svo stöddu en staðfesti að aðgerðin sneri meðal annars að aðstæðum starfsfólk sem þarna starfaði. Lögregla tók ákvörðun að ráðast í aðgerðir í gær. Auk lögreglunar tók Skatturinn, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, Tollgæslan og Bjarkarhlíð þátt í aðgerðunum. Þú fylgst með þessu máli í dag. Hver er aðdragandi þessarar aðgerðar? Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Skatturinn fóru á dögunum í eftirlit á 20 matsölustaði í Reykjavík, bæði til að kanna aðstæður varðandi reksturinn og varðandi starfsfólk og þessi aðgerð í dag virðist tengjast þessu eftirliti. Lögregla var mætt á staðinn snemma í morgun en við fengum fregnir af lögregluaðgerð í hádeginu þegar maður var leiddur út af Gríska húsinu í Járnum. Þegar við komum á Laugaveginn klukkan rúmlega 12 þá voru ómerktir lögreglubílar fyrir utan staðinn og þá var lögregla enn að störfum. Það var einnig notast við leitarhunda í dag. Það var lagt hald á ýmis gögn á vettvangi en það þurfti einnig að ræða við mögulega þolendur mansals. Samkvæmt heimildum fréttastofu þá er grunur að starfsmaður veitingastaðarins hafi búið í kjallara hússins og sofið þar á dýnu í kringum matvæli í gluggalausu rými og þessi starfsmaður hafi unnið alla daga vikunnar og langar vaktir. Er þetta einstakt mál eða tengist þetta öðrum mansals rannsóknum sem hafa verið í fréttum? Já, það eru þetta ekki langt síðan að lögregla fór í einar umfangsmestu aðgerðir síðari ára sem að tengdust einmitt veitingarekstri og vinnumansali. En það er ekkert sem bendir til þess núna að þetta tengist öðrum málum en lögregla þarf að sjálfsögðu að svara fyrir það sjálf þegar hún veitir viðtal málið. En eins og kom fram fyrr í fréttinni þá kom Bjarkarhlíð að málinu og Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis og við ræddum við teymistýru Bjarkarhlíðar í dag. Aðkoma Bjarkarhlíðar er að styðja við mögulega þolendur mansals á vettvangi eins og þessu. Nú kemur þetta mál upp í dag og við erum nýlega búin að sjá svona álíka mál, kannski aðeins stærðargráðu. Hvernig telur þetta vera víða að svona aðstæður finnist? Já, ég held að við eigum eftir að sjá mjög mikið af þessu. Það er alltaf til einstaklingar sem vilja nýta sér þennan vanmátt sem þau hafa. Ekkert samkomulag liggur fyrir á Alþingi afgreiðslu mála fyrir þinglok. Þingfundur stendur yfir á Alþingi og þar er Höskuldur Kári Schram, fréttamaður. Er einhver hreyfing á viðræðum milli stjórnar og stjórnarandstöðu? Já, formenn þingflokka stjórnar og stjórnarandstöðu ætla að funda síðar í kvöld. Hvort sá fundur skili einhverjum árangri verður bara að koma í ljós. Það sem hefur tafið þetta mál er að stjórnarflokkandi sjálfir, þeir hafa ekki náð samkomulagi sín á milli forgangsröðun mála. Það er að segja hvaða mál fá afgreiðslu og hvaða mál ekki. Stjórnarandstæðingar, þingmenn stjórnarandstöðunar, þeir eru orðnir langþreyttir á þessu ástandi og það mátti greina það þegar þeir kölluðu eftir svörum frá stjórnarliðum við upphaf þingfundar í morgun. Vegna þess að þetta er farið að stappa nálægt dónaskap, hvernig komið fram við helming þingheims. Ofan í það situr hæstvirtur forsætisráðherra hérna og hlær af ræðumönnum í myndavél
Og það ekki fyrsta skipti sem hæstv. Forsætisráðherra á þessu ári hefur gert þjóðina og þingið að allægi. Mönnum alvara að bjóða upp á aðra eins þvælu hér? Og svo menn hissa að maður skuli svona brosa í kampinn og spyrja sig, hvað þessi stjórnarandstaða að reyna? Þessir ofnotuðu frasar að ríkisstjórnin sé búin með erindi sitt og svo framvegis. Staðreyndin sú, þingstörfin ganga ágætlega, við erum að fara að klára uppistöðuna af þeim þingmálum sem liggja fyrir þinginu. Það eina sem kemur í veg fyrir það málþóf og ræðuhöld fundarstjórn forseta. Og ég minni formann Sjálfstæðisflokksins á það að hann forsætisráðherra allra þjóðarinnar og ef honum finnst það sæmandi því starfi að sitja hérna flissandi eins og ofdekraður smástrákur, þá það auðvitað hans vandamál. Já, svona var andrúmsloftið á Alþingi í morgun en þingstörf hafa haldið áfram í dag og nú að ljúka þriðju og síðustu umræðu útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra. Frumvarpið nýtur meirihluta stuðnings hér á Alþingi og það eru helst þingmenn Pírata sem hafa lagst gegn því. Við skulum sjá brot úr umræðum dagsins. Þetta snýr fyrst og fremst að færa okkur nær þeirri löggjöf sem þekkist í nágrannaríkjunum okkar, Norðurlöndunum. Við erum hér að ræða enn eitt skrefið í þeirri hryggilegu vegferð sem ríkisstjórnin á í þá átt að svipta fólk á flótta réttindum og afmennska það. Það aftur á móti vekur furðu mína að hv. þingmaður virðist ekki gera sér nokkra grein fyrir því álagi sem svo mikli fjöldi umsækjenda vernd hér á landi hefur valdið á öll okkar kerfi svo ekki sé talað það mikla kostnað. Hæliskerfið á Íslandi og reyndar í Evrópu, það snýst ekki að hjálpa fólki. Það snýst að gera allt sem í okkar valdi stendur til að reyna að finna út af hvert við getum sendt fólk. Og það þetta sem að valda kostnaði og álagi á okkar kerfi, ekki það að fólk komi hingað. Það ekki það sem að valda álagi. Já, það verður fundað hér á Alþingi fram á kvöld og aftur á morgun sem átti að vera síðasti þingfundadagur fyrir sumarfrí en það ljóst að það þarf að bæta við þingfundadögum til að hægt verða að klára þau mál sem þarf að klára. Valgeir. Já, takk fyrir þetta Höskuldur Kári Schram fyrir utan Alþingi. Vaxtatekjur af frystum eignum rússneska seðlabankans verða notaðar til að veita Úkraínu $50 milljarða hernaðarstuðning. Þetta ákváðu leiðtogar G7-ríkja á fundi á Ítalíu í dag, þar sem Úkraínuforseti var sérstakur gestur. Volodymyr Zelenski hafði sagst vongóður jákvæða niðurstöðu á fundinum og honum varð að ósk sinni. Til viðbótar við $20 milljarða stuðning gerði hann varnarsamning við Japan og Bandaríkin. Þótt Úkraína sé í brennidepli og stríðið á Gaza sömuleiðis fleira á dagskrá. Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og gestgjafi fundarins, setti meðal annars flóttamannastraum yfir Miðjarðarhafið, málefni Afríku og gervigreind á oddinn. Cioè il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve magari difendersi da qualcuno, è un'offerta di valori che noi apriamo al mondo chiaramente per avere come obiettivo quello di uno sviluppo condiviso. Og þótt stemningin við hringborð leiðtogana hafi verið ágæt og fólk hafi brosað, þá voru brosin til vill eilítið falskari hjá sumum þeirra. Afhroði þingkosningum vofir yfir Rishi Sunak, forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, boðaði til kosninga í vikunni eftir að andstæðingur hans, Marine Le Pen, gersigraðan í Evrópuþingskosningum helgina. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, þarf að hafa sig allan við til að tryggja endurkjör í nóvember og sífelldur uppgangur harðlínu og hægri flokka í Þýskalandi veldur kanslarunum Olaf Scholz hugarangri. Meloni hefur aftur á móti pálmann í höndunum. Áhrif skoðanasystkina hennar á Evrópuþinginu aukast og hún sá leiðtogi Evrópu sem nýtur einnar mestrar velgengni þessa mundir, bæði heima og heiman. Eigandi netverslunar með áfengi býst við að velta nærri 2 milljörðum króna í ár en viðskiptin hafa aldrei verið jafn blómleg. Hann hefur sætt lögreglurannsókn en vefsala áfengis orðin að pólitísku bitbeini innan ríkisstjórnarinnar. Smásala á áfengi hefur vaxið hratt á síðustu 5 árum. Samti reið á vaðið árið 2021 ásamt Björlandi en fyrirtækin voru kærð af ÁTVR. Málinu var vísað frá dómi árið 2022 og lítið heyrst af því síðan. Sigurður Ingi Jóhannsson sá sér loks knúinn til að senda bréf til lögreglunar og benda á að smásalan væri mögulega ólögleg. Það hleypti illu blóði í meirihlutasamstarfið en dómsmálaráðherra ákvað að minna ráðherra á að það væri óásættanlegt að hann hlutaðist til lögreglurannsókn.
Mitt á milli eru smásalarnir sjálfur og þeir blómstra í lagalu tómarúmi áfengislagana. Hvað veltið þið á ári? Já, við erum að vonast til þess að veltan á þessu ári verði svona kannski slagið 2 milljarða, hún kannski verið rétt innan við milljarður í fyrra. Sandi vinnur við að útvíkka starfsemi sína. Grafan sem á sjá að störfum fyrir aftan Arnar á hans vegum. Verið að laga bílaplanið og bæta aðgengi við höfuðstofu fyrirtækisins í Skeifunni sem opna von bráðar. Hann hefur þó ekki miklar áhyggjur af bréfi fjármálaráðherra. Við búum ekki í lögregluríki Sigurðar Inga. Við búum bara í lýðræðis þjóðfélagi þar. Og ég held að bara við erum svo heppin bara að eiga bara þannig lögreglu líka sem bara þannig þenkjandi held ég. Þá óttast hann ekki að viðvarandi óvissa smásölu áfengis hér á landi eigi eftir að bitna illa á rekstrinum. Sjálfur var hann kallaðri skýrslutöku fyrir 2 árum vegna netsölunar en ekkert hefur spurst af henni síðan þá. Nei, þegar maður hefur bara viðskiptavinnuna sín megin og réttlæti sín megin, þá það ekki neitt stórt áhyggjuefni. Ef fullorðnir hanga í símanum í meira en 3 tíma á dag, þá það of mikið að mati heilbrigðisyfirvalda í Danmörku. Þau hafa í fyrsta sinn gefið út leiðbeiningar hámarkstíma fullorðina í snjallsímum. Það oft talað að börn séu of mikið í símanum. Þeir fullorðnir eru þó síst skárri og nú hafa heilbrigðisyfirvöld í Danmörku gefið út þær leiðbeiningar að það sé óráðlegt að vera lengur en 3 tíma á dag í símanum og það þá fyrir utan vinnu. For meget, det ikke godt, ligesom det ikke godt at drikke for meget. Man har færre forstyrrelser op til, at man skal sove, og at man også derved har mere tid. Altså hvis man ikke bruger sin smartphone eller til fjernsyn eller computer, så har man bare mere tid til at sove. Og i forhold til mental sundhed, så tesen, at det fordi, der mere socialt samvær i familien. Det noget, som folk skal have lov til at regulere selv. Næsten 4 timer. Næsten 4 timer. 7 timer og 11 minutter. Ja. Ja, så det var det med, at hvis du bruger rigtig meget skærm, så går tiden jo enten fra din søvn eller fra din fysiske aktivitet. Og det noget af det, som kan være sundhedsskadeligt. Det sgu svært, fordi man har sådan alle sine venner sådan online, og det især når man er studerende, og når man ikke har tid til at sådan hænge ud. Man kan godt mærke det sådan om aftenen og sådan noget, men hvis jeg bruger min telefon meget, at det godt kan gå ud over ens søvn. Og til að sjá skjátímann sinn, þá virkar það þannig í iPhone að það þarf að fara í settings, svo screen time og þá kemur sannleikurinn í ljós. Umfangsmesta verkefni listahátíðar í ár 12 lokalög sem verður sýnt á laugardag en það eru sögur úr íslensku samfélagi. Stífar æfingar standa yfir í Hörpu og þar Haukur Hólm fréttamaður. Hvernig ganga æfingar? Æfingar ganga held ég fínt. Þetta óvenjulegt leikverk sem strangt til tekið kannski ekki leikverk. Það fjöldi leikara sem að strangt til tekið kannski ekki leikarar. En leikstjórinn þó að minnsta kosti leikstjóri. Út af hvað gengur þetta verkefni? Heyrðu, þetta verk heitir 12 lokalög en hefur samt ekkert með nein lög að gera. En þetta gengur sér út, þetta í 12 tíma frá 12 á hádegi, núna á laugardaginn, til 12 á miðnætti. Það eru 600 spurningar sem við ætlum að spurja fólk og þetta svona á að gefa svona þversnið af samfélaginu okkar hér í Reykjavík eða á Íslandi. Og þetta bara venjulegt fólk að orðaða þannig? Já, þetta bara fólk úr öllum starfsstéttum og þau verða hérna að gera, það verður bakari að baka, það verður málari að mála og ég og Unnsteinn og Óli verður svona spyrlar. Hvernig var valið í þetta? Funduðu fólk út í bæ eða sóttu fólk Já, fundu fólk. Það var rosalega gaman, skal ég segja. Því það náttúrulega dramaturgi í verkinu. Það snýst um að spekla daginn eða lífið líka, þú veist. Verkið byrja eins og lífið byrjar líka og dagur byrja. Þannig að við vorum að leita fólkinu sem vinnur þá í byrjun dagsins til dæmis. Það kom upp hugmyndum að finna til dæmis kattasnyrtingakonu. Þá fórum við á netið til að leita að því og svo fór ég bara í bandi og í símanum eða í tölvuposti eða stundum fór ég líka bara til fólks til að tala við fólk og það var óslega gaman eins og það Nú ég búin að spyrja ykkur og þið að svara, vilt þú ekki fara að spyrja? Jú, ég ætla að spyrja hana Öddu hérna, hún táknmálstúlkur og hún verður að túlka dálega þetta en ég ætla að spyrja þig, get ég fengið næstu spurningu, spurning 420, hvað leiðir öðrum alfarið að sjá Vá, rosalega fátt. Við höfum nógan tíma. Ég vil alltaf gera allt sjálf.
Kannski eitthvað svona sem að hefur að... Já, við fáum kannski svarið við þessu helgina. En kornbændur í Eyjafirði vænta þess að geta tvöfaldað framleiðslu sína með tilkomu nýrrar þurrkstöðvar sem þar í byggingu. Notast verður við jarðhita við þurrkunina og áætlað að þurrka 2000 tonn af korni á mánuði. Já, við stöndum hérna inn í húsinu sjálfu og eiginlega það sem að korni mun koma inn í húsið. Þó enn sé aðeins kominn grunnur að kornþurrkunarstöð við Laugalandi í Eyjafirði, sér formaður eyfiskra kornbænda fyrir sér mannvirkin sem þar eiga að rísa í sumar. Kornskemmu og byggingu með tilheyrandi búnaði til að þurrka og geyma korn. Sko, það hefur náttúrulega verið bara mjög aðkallandi í mjög langan tíma að fá alvöru afköst í kornþurrkun. Bændur hérna í sveitinni eru mjög öflugir kornbændur. Hér er gríðarlega gott að rækta korn. 5 kornbændur og fjölskyldur þeirra standa að þurrkstöðinni sem þau áætlaði kosti 200 milljónir króna. Markmiði sé að gera Eyjafjörð sjálfbærinni byggrækt þannig að allt fóðurkorn fyrir eyfiskabændur verði framleitt þar. Nú þegar að vera að rækta svona 400 og 500 hektara. Ég bara bind vonið við að menn tvöfaldi þá hektara og verði komin í svona 800 hektara eftir 5 ár. Og það verður ekki langt að sækja hitann fyrir kornþurrkunina því stöðin á að rísa hér í næsta nágrenni við borhólu Norðurorku hér í Laugalandi og hér er mikið heitt vatn í jörðu. Þessi staðsetning var auðvitað eingöngu valin út frá hitanum. Kosturinn við þessa staðsetningu, hún er líka miðsvæðis í sveitinni og það verður bara að byrja að þurrka hér í byrjun september. Ríkisstyrkt innanlandsflug í óvissu eftir að flugfélögin kröfðust meira en tvöfalt hærri niðurgreiðslu frá ríkinu í flug til Hornafjarðar. Flug til fleiri minni flugvalla er í svipaðri stöðu. 19 sæta skrúfuþota Ernis er lent á Hornafjarðarflugvelli og setið í flestum sætum. Inni í flugstöðunni bíða aðrir eftir að komast til Reykjavíkur, meðal annars Brynjólfur hótelstjóri, oft er óraunhæft að keyra. Það er 6 tímar að keyra þetta og það er mjög nauðsynlegt að geta komist til Reykjavíkur á skömmum tíma, til dæmis að komast til læknis og sinna erindum í stórborginni. Flugefnis til Reykjavíkur er tilbúið til bortfarar, farþegar gjöra svo vel og ganga um borð og góða ferð. En nú eru blikur á lofti. Vegagerðin bauð út 3 ára samning flugið til Hornafjarðar og taldi að hann myndi kosta ríkið tæpar 650 milljónir. 3 flugfélög buðu í samningin en Norlandair sem var tilbúið að fljúga fyrir minnstan ríkistyrk taldi styrkin þurfa að vera yfir tvöfalt hærri eða hátt í 1,4 milljarðar. Bæjarráð Hornafjarðar lýsti yfir vonbrigðum með stöðuna sem vekur áhyggjur. Flugið er mikið notað og það er góð nýting á þessum ferðum og 1000 manna á ári sem að nýta sér þessa þjónustu og við megum bara ekki hugsa til þess að þetta leggist af. Þyrftu Hornfirðingar alltaf að keyra til Reykjavíkur væri ill mögulegt að fara dagsferðir á milli sem myndi auka mjög kostnað og fyrirhöfn. Vegagerðin hafnaði öllum tilboðum í flugið en ræðir nú stöðuna við flugfélögin og eru menn vongóðir lendingu. Að fólk geti komið hingað og farið innan dagsins er í raun algjört grundvallaratriði og við bindum vonum við það að það viðræður sem Vegagerðin er í núna við þá sem að gerðu tilboð skili í ákveðinni niðurstöðu fyrir alla. Kúnum í kennslu og rannsóknarfjósinu á Hvanneyri var hleypt út í sumarið í fyrsta sinn í dag. Staðarhaldarar segja það alltaf ákveðin hátíðisdag á staðnum. Nemendur úr leikskólanum Andabæ voru heiðursgestir og áhugasamir létu sig ekki vanta og sumarveðrið léti á sig standa. Þær eru 67 hérna á stykkinu á bakvið okkur. Er þetta góður dagur fyrir þær? Já, þetta er dagur sem er mikil eftirvænting eftir, bæði hjá fólki og dýrum. Ég var að reka þér út eða passa að myndi ekki fara einhvert annað en það átt að fara. Hvernig fannst þið kýrnar þegar það komu? Bara sprækar. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi í kvöldbaldin? Já, svona fyrst það er komið sumar, þá ætlum við að grilla með bræðrunum Jóni og Friðriki Dór Jónssoni. Við ætlum að tala við á aðeins æska og tónlist, en samt aðalega stöðu drengja í menntakerfinu og svona samspil foreldra og ábyrgð þeirra þegar kemur að námi barnanna. Svo hittum við líka íslenska mæðgur sem að svona þegar betur var aðgáð þá reyndust vera með danskt konungsblóð í sér. Já, það er forvitnilegt, við sem ekki að því. Já, nei, þetta er skemmtileg saga. Takk fyrir þetta, Baldvin.
En lítum þá til veðurs. Á morgun gert ráð fyrir breytilegri vindátt, yfirleitt 3 til 8 metrum, bjart veður mest allt land en skýjað suðvestan til fram eftir degi og líkur á þoku við sjóinn norðan og austan til. Áfram verður hlýtt í veðri, hiti 11 til 18 stig, hlýjast inn til landsins. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur, fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld. Skotfimimaðurinn Hákon Þór Svavarsson hlaut í dag sæti á Ólympíuleikunum sem haldnir verða í París í sumar. Hann er 3. staðfesti keppandi Íslands á leikunum. 8 liða úrslit bikarkeppni karla í fótbolta lýkur í kvöld með 2 leikjum. Við verðum í beinni úr Víkinni. Og Evrópumót karla í fótbolta hefst á morgun. Englendingar eru taldir sigurstranglegastir samkvæmt veðböngum. Rifjum upp helstu atriði frétta. 3 voru handteknir í aðgerðum lögreglu sem tengjast veitingastæði miðbæ Reykjavíkur í dag. Grunur vinnumansal er á staðnum. Talið er að starfsmaður veitingastæðarins hafi búið í kjallara hússins. Upp úr sauð á Alþingi í dag þegar þingmenn stjórnarandstöðunnar kröfðust svara framhald þingstarfa. Ásakanir dónaskap og málþóf gengu á víxl. Leiðtogar G7-ríkjanna ákváðu í dag að taka lán fyrir $50 milljarða hernaðarstuðningi við Úkraínu. Vextir af frystum rússneskum eignum verða nýttir til að borga af láninu. Áfengisverslun á netinu blómstrar í lagalegu tómarúmi. Verslunin Sante sér fram á að velta hátt í 2 milljörðum á áfengissölu í ár. Hægt verður að þurrka 2000 tonn af korni á mánuði í nýrri þurrkstöð sem eyfirskir bændur eru að byggja. Kornframleiðsla í Eyjafirði gæti tvöfaldast með tilkomu stöðvarinnar. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Ef þú ert með ábendingu frétt þá er netfangið fréttir@ruf.is. En í sumar verða sjónvarpsfréttir klukkan 9 vegna útsendinga frá EM í fótbolta og Ólympíuleikunum síðar í sumar. Þessi breyting tekur gildi á morgun, fréttir klukkan 9. Verið sæl. Brúðkaupsljósmyndarar, sænsk þáttaröð þar sem fylgst með brúðkaupsljósmyndurum mynda ástfangin pör á þessum miklu tímamótum. Nærmyndir, margrómaðar einræður Alans Bennett í nýrri útgáfu sem teknar voru upp í útgöngubanni og samkomutakmörkunum í Bretlandi í heimsfaraldri COVID-19. Neðarvaktin, bandarísk þáttaröð slökkviliðsmenn og bráðaliða á slökkvistöð 51 í Chicago. Stórmót í íþróttum verða fyrirferðarmikil